Jóhannesbergur, velkom. Takk fyrir. Herru, byrjum rétt aðeins á Keflavíkurleiknum, 3-1 tap, svona þitt mat á leiknum? Fórum hérna á erfiðan útivöll, góð stemming, fínt veður, góður völlur en hérna á Suðurnesjum er erfitt að spila oftast og hérna þó við hafum unnið 4-0 í fyrra þá kannski segir það ekki neitt en við spiluðum ágætis bolta á köflum en þeir unnu 3-1 þannig ég segi ekki að það er bara verið verðskuldað. Ef við bara snúum okkur strax á leiknum á fimmtudaginn, fyrsti heimaleikurinn, er ekki komin nokkur stemning í hópinn? Jú, algjörlega og ég reikna nú með að við ætlum að gera það okkur rækilega fyrir þann leik eftir að við gerðum ekki nógu vel hérna á móti Keflavík og við fáum sprækt Fjölnislið á móti okkur. Þeir unnu 3-0 hérna síðast og er með fínan meðbyr og þannig að ég held að við þurfum bara að spila okkar allra besta leika, við ætlum að ná góðum úrslitum enda skuldum við stuðningsmönnum það og okkur sjálfum. Og eins og segja, það er náttúrulega stutt síðan að þið spiluðu síðast, en er ekki gott að fá svona leik strax á eftir til þess að kvitta fyrir síðasta leik? Jú, algjörlega, það er bara mjög gott að fá leikinn strax af því að þá getur maður kannski, situr þetta kannski svona ennþá í manni og maður vill alltaf kvitta fyrir eitthvað svona skítu bara strax helst sko. Og þá liggur þetta kannski meira á manni ef maður gerir vel og þá kannski er auðveldara að fá sjálfstraustið aftur. Náttúrulega Fjölnir gesturinn okkar er náttúrulega nýlegar en við náttúrulega meðum alls ekki vanmeta þetta lið. Nei, alls ekki. Ég meina eins og sjáum þá taka þeir Víkingarna og pakka 3-0 saman og þeir eru virkilega vel skipulagðir tilbaka og fá ekki mikið af mörkum á sig og ég held að þetta verði bara hörkurimma. Þeir hafa líka verið ég meina, þeir gerðu vel hérna á móti Víkingum og sérstaklega þá megum við ekki vanmeta eftir leikinn síðasta leik móti Keflavík. Og svona lokum við náttúrulega viljum gera heimavöllinn okkar að Gryfju, þannig að náttúrulega nauðsynlegt fyrir stuðningsmenn Fjölmenn og hvet ykkur. Já, algjörlega og ég tel að það sé bara virkilega nauðsynlegt. Ég meina Mjölnismenn mættu hérna í Keflavík og þeir studdu okkur fram í rauðan daginn og ég ætla að vona að þeir geri það aftur því að við skuldum. Jóhannesbergur, takk hérlega fyrir og gangi þér vel fimmtudaginn. Takk fyrir. Fín. Lárus Orri, velkomin. Herru, byrjum bara snöggt á síðasta leik að svona kalt mat á leiknum á móti Keflavík. Þetta var ágætis leikur svo sem. Við byrjum leikinn vel og vorum að spila bara nokkuð vel í fyrri hálfleik en þeir skoruðu 2 mörk og við ekki neitt. Við fengum nóg að færum svo sem til þess að skora en það gekk ekki að þessu sinni og þeir fengu kannski 3 færi hann í fyrri hálfleik og nýttu 2. Þannig í hálfleik þá fórum við inn 2-0 undir og maður svo sem var ekkert alltof áhyggjufullur því ég hafði fulla trú að við myndum ná þessu tilbaka. En svo var seinni hálfleikur svipaður og er oft svona í fyrstu leikjunum á grassi. Það var svona barningur og meira bara stöðubaráttu og baráttu út á vellinum. Þannig að seinni hálfleikur var lakari öllu leyti á báðum liðum. En ég var mjög ánægður með fyrri hálfleik en óánægður með úrslitin. Og við snúum okkur bara að það er náttúrulega Fjölnir á fimmtudaginn. Hvernig svona leggst sá leikur í því? Hann leist bara ágætlega í mig. Það verður hörkuleikur. Fjölnir, við fórum að horfa á Fjölnir á móti Víking og þeir eru með fínt lið og marga styrkleika. Einn af styrkleikunum er að þetta er þéttur hópur, samheldinn hópur og strákar sem búin lengi saman og mikil stemming í þessu hjá þeim og sérstaklega núna er komin upp í efstu deild í Pepsi-deildin og vinna 3-0 og það eru á toppi deildarinnar. Þannig að þetta verður mjög erfiður leikur. Bara rétt aðeins hópinu í okkur. Jack kemur inn eftir leikbann. Hvernig er svona staðan á öðrum? Er allir 100% tilbúnir? Já, ég held að þú sé bara fín. Ekkert sem ég man eftir í Öngulblikinu. Það eru 1-2 með smá noks eftir síðasta leik en ekkert sem er alvarlegt allavega eins og staðan núna. Og við bara tökum svona jákvætt úr síðasta leik. Hvað svona getur við tekið jákvætt úr leiknum gegn Keflavík sem getur nýtt ykkur á fimmtudaginn? Ég held að það sé bara töluvert. Eins og ég segi, við byrjum leikinn vel, byrjum að krafti. Við vorum aðeins í vandræðum með byrjunina undir lok undirbúningstímabilsins, þannig að við byrjum leikinn vel og við sköpum okkur töluvert af færum. Og spilamennskan var bara nokkuð góð miðað við fyrsta leik á grassi.
Þannig að ég held að sé alveg hellingur sem við getum tekið gott út úr þessum leik. Og svo er það nú yfirleitt þannig með þessa fyrstu leiki að það er eins og sé einhver 10-15 stig í pottinum þá, það er rosalega mikið lagt upp úr þessum leikjum en menn hafa bara farið yfir þennan leik og tekið kalt mat á honum og menn eru bara svellkaldir og til í hörkubaráttu á fimmtudaginn. Og svona að lokum við náttúrulega viljum gera heima á völlinu okkar að Gryfju. Þannig að það lítur að mikilvægt að stuðningsmenn Fjölmenni og styðja ykkur. Já, sjálfsög, ég ger ráð fyrir því. Ég trúi ekki öðru en að fólk sé orðin spennt fyrir að fá að horfa á fótbolta aftur inn í þorpinu, þannig að það lítur að vera full stúka. Lárusar, takk hérlega fyrir og gangi ykkur vel á fimmtudaginn. Já, takk.